sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Sumir hverfa fljótt úr heimi hér, skrítið stundum hvernig lífið er. Eftir sitja margar mundir
snýr öllu við. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig og geyma mig og gæta hjá þér. Og þó ég fengi ekki að þekkja þig, þú virðist alltaf geta huggað mig. Það eins og þú sért hér hjá mér og leiðir mig veg. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig og geyma mig og gæta hjá þér. Og þegar tími minn á jörðu hér liðinn þá ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa þig og taka á móti mér. Þegar ófært í huga mér, ég hefst ekki upp og vonlaus vafra ég jú þá held ég ástæðan alltaf þú. Því þú heldur mér fast og hendir mér svo í hylinn á ný eins og flækingi, en ég fer ekki neitt, ég fer ekki neitt. Hvernig hatur og ást þín að eilífu slást að fara með mig. Ég fer ekki neitt, því hjarta mér finn að ég verð alltaf þinn og það fer alveg með þig. If I know og fegin ég flýti út, en samt aftur en ég get
Fallið lauf undir fótum mér, minningin dauf er það sem óttast ég. Ég lít höfði ég hugsa þitt þig og líkt og fallið lauf færist kuldinn mig. Minning þín stendur eftir ég. Vindur hvín finnst ég heyri þér. Það sárt að kveðja elsku hjartans vinur minn, en með þungum harm ég kveð þig sinn. Ég hugsa þig og ég sé minningar sem elska ég, og sama hvert ég mun fara veit ég að þú vakir yfir mér. Þú vakir yfir mér. Fallið lauf fokið burt. Það þögnina rauf, þó svo smátt og þurrt. En það mun skilja sporin eftir sig. Þegar fellur lauf, þegar fellur lauf, þegar fellur lauf, sé ég þig. Kæra fjölskylda og vinir, við skulum hefja þessa stund á að helga okkur Kristi, segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og ég fer nú með bæn. Almáttugur, eilífu Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Heyr bænir okkar, við í sorg og söknuði áköllum þig. Guð, blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum og láta okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig. Blessa það allt sem býr í huga og hjarta þegar við komum saman til að kveðja Unni Guðrúnu. Ég bið þig að vera hjá ástvinum hennar og samferðafólki, þeim sem hér kveðja og þeirra sem fylgjast með í fjarlægð. Hjálpa okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Amen. Lætur hann mig hvílast
Ég les úr fyrra bréfi Jóhannesar. Þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn. Og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Við elskum hvert annað, er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Amen. Ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur, fleiri orð, fleiri nætur fyrir þig. Þó að ævi geymi óteljandi sekúndur, þá oft eins og tíminn svíki mig. Samt ekkert sem að breytir því, samt ekkert sem að breytir því, hversu þetta hjarta þráir þig. Ef ég hefði önnur færi, önnur augnablik, önnur ráð, aðra kostir handa þér. Ég les fyrir okkur úr fyrra bréfi Páls til Kórintumanna. Kærleikurinn mestur. Þótt ég talaði tungu manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt að ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur.
reykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, syngdu henni saknaðarljóð, vangennar blítt. Vermir þú sól, vörum mjúkum, kysst hennar brá, ástarorð, hvísla mér frá, syngið þið fuglar, ykkar fegusta ljóðaval, syngið henni í indælum óði, ástarljóð mitt. Heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, henni við barm, þar til svefninn sígur á brá, draum heimi í, dveljum við á daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir og þrár, syngið þið fuglar, ykkar fegusta ljóðaval, flytjið henni í indælum óði, ástarljóð mitt. Heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, henni við barm, þar til svefninn sígur á brá, draum heimi í, dveljum við á daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir og þrár. Kæra fjölskylda og vinir, ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Ég les nú úr Jóhannesar Guðspjalli. Jesús segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín
og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stigin niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hana upp á efsta degi. Amen. Mér fá okkur sæti, gjör svo vel. Avoiding thoughts about the afterlife, hiding my face from the light. The window closed, nowhere inside. Still I try to put on a smile, but I'm not worried, I'm just okay. Washed off all my sins today, but I'm afraid of letting go. Yes, I'm afraid of letting you know that I'm not ready, but soon I'll learn to say goodbye. You sit down there by my bed and ask me how I am today. I never thought I'd be one of those who cannot even say what I don't want to do. And I'm not worried, I'm just okay. But I'm afraid
Friður sé með okkur öllum. Það með trega og söknuði sem við kveðjum í dag, Unni Guðrúnu Rögnvaldsdóttur, sem að lokið hefur lífsgöngunni. Unnur þráði lífið og barðist til síðasta dags. Hún lifði lífinu sínu vel og naut þess. Hún var umvafin ást og kærleika frá börnum sínum, foreldrum, systur, vinum og fjölskyldu. Hún var allra og öllum þótti vænt hana. Eftir standa margar minningar sem gott að ylja sér við. Minningar sem aldrei verða teknar frá okkur. Á þessari stundu biðjum við Guð að leiða og styrkja. Unnur Guðrún Rögnvaldsdóttir fæddist á sjúkrahúsinu á Siglufirði 27. maí árið 1979. Hún dóttir hjónanna Auðar Bjarkar Erlendsdóttur og Rögnvaldar G. Gottskálkssonar. Systir Unnar Aðalheiður Lovísa Rögnvaldsdóttir, hennar maður Guðjón Hall Sigurbjörnsson og þau eiga dæturnar Láríu Lind og Magneu Mist. Unnur ólst upp á Siglufirði og var nokkura mánaða þegar foreldrar hennar fluttu að Hlíðavegi 5 sem enn heimili þeirra. Margt var brallað í æsku og vinahópurinn snemma stór og samrýndur. Á fæðingadeildin á Siglufirði hitti hún Ásu, aðeins dagur á milli þeirra og mæður þeirra lágu saman á sjúkrahúsinu. Og þær áttu eftir að bralla mikið ævina og strax við fæðingu myndaðist sterk vinatengsl þeirra á milli. Unnur var glaðlynd og uppátækjasamt barn, alltaf hress og kát og mikill grallari. Hún ljómaði alltaf þegar hún brosti. Hún hafði unun af því að gera sig fína og að gera alla fína í kringum sig og enda var hún alltaf vel til höfð sjálf. Unnur stundaði hinar ýmsu íþróttir, fótbolta, skíði og badminton. Spilaði með KS og Tindastóli í fótboltanum. Sem unglingur vann hún í rækjunni í Ramma, í Nýja bíó, var flokkstjóri í bæjarvinnunni og einnig vann hún í Íslandsbanka. Unnur kláraði grunnskólagönguna hér á Siglufirði og síðan lá leiðin í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki, þar sem hann útskrifaðist með stúdentspróf. Heiða systir hennar stundaði einnig nám við skólan og fannst foreldrum þeirra mjög gott að hafa þar saman af því Unnur hugsaði vel systur sína. Unnur leigði þar með vinkonum sínum Ásu og Ólöfu og var alls ekkert óalgengt að það fyrsta sem hún sagði við þar á morgnana var hvort að það ætti ekki að skrópa í fyrstu tímana og sofa aðeins lengur. Ása var oftast til í þetta en Ólöf tók þetta ekki í mál og enda seinna að þá vann hún viðurkenningu í lok skólagöngunar fyrir góða mætingu. Og að sjálfsögðu hló Unnur manna hæst þegar að sú afhending var veitt. En þrátt fyrir nokkur skróp að þá stóð hún sig alltaf vel í námi og skilaði sínu. Eftir útskrift flutti hún til Bandaríkjanna í nokkra mánuði og vann þar sem au pair. Fljótlega eftir það lá leiðin til Reykjavíkur. Unnur hafði þá kynnst barnsföður sínum, Kristni Kristjánsinni, og bjuggu þau í Reykjavík í 12 ár. Unnur og Kristinn eignust 2 börn, Hilmi Darra og Auði Önnu. Sonur Kristins Arnór Gauti, maki hans Hrafnhildur Elín Hinriksdóttir og dóttir þeirra Alda Thalía. Fyrir sunnan vann Unnur í Íslandsbanka til að byrja með. Hún stundaði nám við Háskóla Íslands og útskrifaðist þaðan með BA-gráðu í félagsfræði. Unnur vann í nokkur ár á sambýlinu Dimmuhvarfi í Kópavogi og þótti henni afar vænt fólki sem þar bjó og eftir að hún hætti að vinna þar að þá fylgdist hún áfram með heimilisfólki, meðal annars í gegnum Facebook og fór í heimsókn til þeirra. Hún hafði unun af því að vinna með fólki og var mjög góð í mannlegum samskiptum. Og henni þótti vænt alla sem hún vann með. Siglufjörður togaði í og fluttu Unnur, Kristinn, Hilmir og Auður aftur hingað árið 2013. Leiðir Unnar og Kristinns skildu.
Unnur bjó sér og börnum sínum fallegt heimili að Laugarvegi 37. Þegar hingað var komið, hóf Unnur störf við bókasafnið í grunnskóla Fjallabyggðar. Hún hafði alveg einstakt lag á nemendum sem komu til hennar og ofta margt manninn á bókasafninu hjá henni. Unnur var mikil barnagæla og kannski mætti segja að hún hafi verið hálfgerður barnakvíslari þegar börn sóttu mikið í hana alla tíð. Og nú ætlum við að heyra lag. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldarísinn hnígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem þerra burt aldrei nær að græða grunn. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Unnur greindist með krabbamein í júní árið 2017. Það var mikið áfall. Við tókum meðferðir sem hún þurfti að vera í alveg þar til hún lést. Uppskurðir og lyfja meðferðir. Fjölskylda og vinir stóðu þétt við bakið á henni og skiptust á að fara með henni í lyfja meðferðir. Hún var algjört hörku tól. Baráttan og jákvæðnin var eftirtektarverð. Hún einsetti sér að halda sínu striki og var ekki mikið að tala sín veikindi og bar veikindi sín ekki utan á sér. Hún bar sig alltaf vel og fannst gott ef að fólk kom bara fram við hana eins og hún væri full frísk. Hún gaf ekkert eftir. Unnur bjó yfir mikilli manngæsku og var mikill mannvinur. Hafði óbillandi rólindi, alveg sama hvað gekk á, og jafnvel ögn af kæruleysi og var ekki að stressa sig yfir einhverju sem ekki skipti máli. Hún var réttsýn,
fór ekkert í kringum hlutina og hafði ákveðna skoðanir og mikið keppnisskap. Unnur var líkamlega sterk byggð og var góð í öllum þeim íþróttum sem hún stundaði. Hún byrjaði í blaki eftir að hún flutti aftur til Siglufjarðar og keppnisskapið og krafturinn kom vel í ljós þegar hún lét ekki lyfjagjafir og slappleika stoppa sig í að mæta á æfingar eða í keppnir. Unnur spilaði golf, enda voru þar vinkonurnar, Unnur og Ása, komnar á golfaldurinn. Og yfir vetratíman skíðaði hún mikið og naut sín vel í skíðaparadísinni hér á Sigló. Hún kenndi Hilmi og Auði á skíði og þau eru einni mörg börnin sem hún hefur kennt á skíði, enda var hún þolinmóð og góður kennari. Unnur var vina mörg og var hún í saumaklúbnum besti saumaklúburinn. Hún var góð vinkona og svo sannarlega traust. Það var hægt að treysta henni fyrir öllu og hún fór ekki lengra með það sem henni var trúað fyrir. Klúburinn duglegur að gera sig góðan dag og hlæja saman. Fara í óvissuferðir á afmælisdögum og hótelferðir. Henni fannst gott að borða góðan mat og fá sér gott vín. Nautasteik og rauðvín, hráskinka og ólífur og hún naut þess að skála í kampavíni við minnsta tilefni. Hún hafði gaman af að versla en nennti ekki neinu vesenni og í utanlandsferðum var hún fljót að afgreiða verslanirnar og vildi frekar verja meiri tíma í að njóta. Já, hún var alltaf til í að gera eitthvað skemmtilegt. Hún var dugleg að skapa minningar með börnunum sínum og fólkinu sínu. Það var ferðast, farið á fótboltamót, utanlandsferðir og notið lífsins. Dúllað saman, lakkað neglur, hlegið saman og notið þess að vera saman. Börnin hennar minnast ferðana til Tenerife og ævintýrana þar. Gleði þeirra smitaði oft út frá sér og svo voru einnig margir sem báðu hana að koma í sundbolta, enda var hún mjög góð í því. Hún var kærleiksrík, góð og einstök móðir og börnin hennar voru alltaf í fyrsta sæti. Hún var alltaf stolt af börnunum sínum og mjög þolinmóð við þau. Hún fylgdi Hilmi og Auði vel eftir í námi og áhugamálum þeirra. Hún var alla tíð einstaklega góð við Arnór, son Kitta, og hann var duglegur að heimsækja hana og Unnur hlúði að þeim öllum af ást og alúð. Og ekki má nú gleyma Bonnie gleðigjafa, hundinum sem veitt hefur fjölskyldunni margar gleði stundir. Unni langaði til að mennta sig meira og skráði sig í nám í háskólanum á Akureyri og þaðan útskrifaðist hún með meistaragráðu í kennsluréttindum í júní síðastliðnum. Vettvangsnámi vann hún í grunnskóla Fjallabyggðar. Útskriftadaginn var hún í heimahúsi á Akureyri að ná sér eftir aðgerð. Vinkonurnar komu til hennar með prófskírteinið, poppuðu freyðivíni og fengu sér jarðaber og fögnuðu útskrift hennar. Unni þótti vænt það. Hún sendi krabbameinslækni sínum myndskilaboð og sagði að vinkonu sínar myndu nú ekki klikka á þessu. Hún var búin að bóka ferð í sumarbústað með börnunum sínum. Hún var svo staðföst í að njóta og skapa minningar með börnunum. En því miður ágerðust veikindin og hún þurfti að leggjast inn á heilbrigðisstofnunina hér á Siglufirði, þar sem hún lést nokkrum dögum síðar, 10. ágúst síðastliðinn, eftir erfiða baráttu. Hún var umvafin sínu fólki, umvafin ást, kærleika og hlýju. Fjölskyldan vill þakka starfsfólki heimahlynningar á Akureyri fyrir alla hjálpina og kærleik og einnig vill fjölskyldan þakka starfsfólki í sjúkrahússins hér á Siglufirði fyrir umönnun og hlýju. Lífið er vegferð
sem á sér sín takmörk og endastöð í þessu lífi, en það heldur áfram og er eilíft í huga hins hæsta sem geymir allt og verndar, hans sem er í mér og þér og fyllir heima alla. Í laginu Kveðja, sem verður sungin hér á eftir, er að finna undurfagran texta þar sem segir: Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra, við hin sem lifum, lifum í trú, að ljósið bjarta skæra, veki þig með sól að morgni. Börn og fjölskylda Unnar hafa myndskreytt kistuna og skrifa falleg orð til hennar. Þar má lesa fallegar setningar sem börnin hennar skrifuðu, eins og: Það verður allt í lagi með okkur. Við elskum þig og góða ferð. Við þökkum ævidaga Unnar. Við hefðum vilja hafa hana svo miklu lengur hjá okkur. Mikill er missir barna hennar, fjölskyldu og vina. Guð geymi ykkur ástvinni hennar og leiði ykkur öll lífsins veg í trú, von og kærleika. Unnur, hafðu þökk fyrir elsku þína, lífsviðhorf, kraftinn og umhyggjuna. Mörgum var hún kær. Guð blessi og helgi minningar okkar allra. Guð geymi þig Unnur Guðrún og gæti í friði sínum. Við felum Unni himni Guðs. Góða ferð. Amen. Hér eru kveðjur sem ég ætla að fá að lesa upp sem hafa borist ykkur. Silla og Höddi senda samúðarkveðjur. Anvör og Tóri senda samúðarkveðjur. Hlýjar og góðar kveðjur senda hjúkrunarfræðingar og læknar, heimahlynningar á Akureyri. Árni Heiðar Bjarnason sendir kveðju og þakkar fyrir öll góðu samskiptin í gegnum tíðina. Kveðja frá Stellu og Ómari sem hljóðar svo: Elsku fallega og skemmtilega vinkona okkar, takk fyrir þær stundir sem við áttum saman, þú munt lifa í hjarta okkar. Fjölskyldan á Hólavegi 83 þakkar liðnar stundir og sendir innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Regína Guðlaugsdóttir sendir innilegustu samúðarkveðjur til fjölskyldunar og Rúnar og Valdi senda fjölskyldunu innilegar samúðarkveðjur. Samúðarkveðjur til fjölskyldunar með þökkum fyrir allar liðnar stundir frá Elísabetu, Kristni og fjölskyldu. Hér er kveðja frá Noregi, frá Ástu, Sigga og Ella sem hljóðar svo: Elsku Unnur, það var stór sorg að frétta af andláti þínu eftir alla þessa baráttu. Við þökkum þér fyrir allar góðar stundir sem við áttum saman. Minningin þig mun lifa í hjarta okkar. Við sendum börnum þínum og fjölskyldu innilegustu samúðarkveðjur. Megi Guð vera með ykkur og styrkja ykkur í þessari miklu sorg. Með þessum kveðjum við þig með sorg í hjarta og biðjum Guð að taka vel á móti þér og vernda þig. Hér er kveðja frá Guðlegi Ellert sem hljóðar svo: Hænur, ég nota flest tækifæri til að segja þennan brandara og alltaf hlógum við saman. Þú varst örugglega hundleið á mér, en samt hlógstu alltaf með mér. Ég er svo ótrúlega heppin að eiga dýrmætar minningar af okkur saman. Til dæmis þá hjálpaðir þú mér að læra á skíði, sem er eitt af skemmtilegasta sem ég veit um. Ég sakna þín og ég mun minnast þín í snjónum. Ég elska þig, Unnur. Hér er kveðja frá Herði Bjarnasyni sem hljóðar svo: Ég var með Unni Guðrúnu í geislameðferð síðastliðið vor. Við vorum bæði á sjúkrahótelinu og hún reyndist mér ómetanlegur stuðningur í mínum veikindum. Ég, sem var þarna í minni fyrstu heimsókn í geislameðferð,
en hún því miður ekki í sinni fyrstu. Það að hafa hana þarna líka reyndist mér ómetanlegt og ég mun alltaf vera henni ómetanlega þakklátur fyrir hennar stuðning sem ég reyndi líka að veita henni. Alltaf þegar við töluðum saman þá bar hún sig vel og ég held að fáir hafi áttað sig á hvað hún gekk í gegnum í veikindum sínum. Ég get því miður ekki verið viðstaddur til þess að fylgja Unni Guðrúnu síðustu skrefin, en ég vil senda fjölskyldu og aðstandendum mína dýpstu samúðarkveðjur, ég verð með ykkur í huga. Hér kveðja frá Siggu, Óla og strákonum. Elsku besta Unnur mín, ég á engin orð yfir hversu ósanngjarnt það að þurfa að kveðja þig. Þú gafst aldrei upp og talaðir alltaf eins og við myndum hittast næst eftir nokkra vikur þegar planið var að koma með krakkana til okkar í sumarbústaðinn. Takk fyrir allar góðu vinkonustundirnar sem ég trúi ekki að verði ekki fleiri. Ég saknaði mjög mikið í seinni tíð að hafa þig ekki hérna hjá mér í Kópavoginum þar sem við droppuðum við hjá hvor annari með rauðvínsflöskuna og gátum spjallað og hlegið fram á nótt. Ég elska þig alltaf og ég sé þig seinna, sendum ást til krakkana og fjölskyldu Unnar. When I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. Oh, I can't be wrong. Take my heart and make it stronger, baby. You're simply the best. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart, and I hang on every word you say. Oh, you tear us apart, no, no. Ooh, baby, I would rather be dead. In your heart, I see the stars of every night and every day. I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've
Lifandi Guð, vertu okkur nálægur á hverju stundu og helga jarðlífssporin, svo að við, studd náð þinni, hljótum það arfleifð sem að þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og láta þær bera vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Unni Guðrúnu. Við felum þér hana í þinn faðm og viltu tryggja að hún viti og finni að hún er og verður alltaf elskuð. Veittu henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Allar bænir okkar felum við þér í bæninni sem að Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hinn sem lifum, lifum í trú, að ljósi bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hana með sól að morgni, vekja hana með sól að morgni. Drottinn minn, réttu sorgmæddri sál, svala líkna hönd og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hún með sól að morgni,
að rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni Drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen.
Ég ætla mér út að halda, örlögin valda því, mörgum á ég greiða að gjalda. Það gömul sag og ný, Guð einn veit hvert leið mín liggur. Lífið svo flókið oft ég í hjarta hryggur, en ég harka samt af mér eitt lítið knús, elsku mamma. Áður en ég fer, nú ég komin til að kveðja. Ég kem aldrei framar ég. Ljósið fegrar fjöllin, ég feta veginn minn, þar opnar draumahöllin og dregur mig þar við. Ég þakkir sendið öllum, þetta kveðjan mín. Ég mun ganga á þessum vegi, uns lífsins dagur því. Já, ég mun ganga á þessum vegi, uns lífsins dagur því.
Ég ætla mér út að halda, örlögin valda því, mörgum á ég greiða að gjalda. Það gömul saga og ný,